Hæ, ég heiti Embla Og ég heiti Kári. og við ætlum að segja ykkur aðeins frá verkefninu Riddarar kærleikans. En Riddarar kærleikans hreyfing sem spratt eftir andlát Bryndísar og í rauninni svar við ákalli foreldrarinnar að við myndum öll gerast Riddarar kærleikans og gera þannig kærleikan að eina vopninu í samfélaginu. Skömmu eftir andlát Bryndísar hélt frú Halla Tómasdóttir forseti kærleiksring á Bessastöðum. Og síðan þá hafa verið kærleiksringir í nokkrum skólum og annar staðar. Kærleiksringur opið samtal, það sem allir fá að tjá sig og aðrir hlusta á meðan. Munurinn á Riddurum kærleikans og minningasjóð Bryndísar rauninni sá að minningasjóðurinn heldur utan fjármagn og styrki sem berast og Riddarar kærleikans þessi opna hreyfing sem allir geta gengið í sem vilja lifa í kærleiksríkara samfélagi. En þetta tvennt vinnur mjög náið saman og vinnur rauninni að sama markmiði, en eitt af því sem minningasjóðurinn gerir að úthluta styrkjum í kærleiksrík verkefni á afmælisdegi Bryndísar og þannig komum við inn í verkefnið, við fengum styrk úr þessari úthlutun. Upphaflega voru við samnemendur Bryndísar í Versló í fyrra og þar var ég forseti nemendafélagsins. Og þegar Bryndís Lara lést þá gripum við til aðgerða og efldum til bleikstaks í skólunum. Og eftir það var það pikkað upp að öðrum skólum og það var mjög falleg bleikbylgja til úr því. Dæmi verkefni sem Riddarar kærleikans hafa staðið fyrir í ár til dæmis kærleiksringir fyrir alþingismenn og áhrifavalda. Og svo vorum við líka með fræðslukvöld fyrir áhrifavalda af því að markmið okkar var dálítið að þetta yrði ekki bara einhver ein herferð í einhverja vikur eða mánuði heldur að við myndum svona öll dálítið hugsa saman efni sem við setjum á samfélagsmiðla, hvernig við getum haldið áfram að gera sem við erum að gera nema bara gert það aðeins kærleiksríkara, aðeins jákvæðara og aðeins svona, betra efni út í samfélagið. Og svo vorum við með kærleikskristallslons líka í Iðnó í sumar og kærleikskristallinn var hluti af stóru söfnuninni okkar í sumar, söfnuninni fyrir Bryndísarhlíð og við ætlum kannski bara sýna ykkur núna stutt myndband kærleikskristallinn og söfnunina. Þetta kærleikskristallinn. En hvaðan kom hann? Riddarar kærleikans að safna 250 milljónum króna til að byggja upp Bryndísarhlíð, geðheilbrigðisúrræði fyrir börn og ungmenni sem hafa orðið fyrir ofbeldi. Framleiddar voru 250.000 dósir og við þurfum ykkar hjálp til að selja þær upp. Því það ekki bara 5 eða 10 krónur að hverri seldri dós sem fer í söfnunina heldur allur ágóði sölunnar. Vilt þú vera riddari kærleikans og hjálpa okkur að ná þessu markmiði? Kauftu þá kærleikskristallinn, fylgdu okkur á samfélagsmiðlum, deildu þessu myndbandi og taktu ákvörðun að hafa kærleikan alltaf að leiðarljósi. Og ef þú vilt vita meira, þá skannar bara QR-kóðan á dósinni og það verður beint inn á heimasíðu Riddarar kærleikans. Og svo var annað verkefni í sumar var svona bleikur dagur á menninganótt. Það var bæði hvatt fólk til að vera í bleiku kvöldið og sviðin voru bleik á tónleikum og svona, en svo var líka viðbrögð sem vinkonur Bryndísar stóðu fyrir eftir Reykjavíkurmaraþonið. Þannig að öll sem hlupu fyrir Bryndísi söfnuðu saman hjá Kvennó og það var svaka bleik og falleg stemming þar. Og svo eins og ég nefndi áðan að þá komum við Kári inn í þetta Riddarar kærleikans batteri með því að fá styrk úr minningasjónum í byrjun árs og þá var styrkurinn fyrir því að sjá samfélagsmiðla Riddarar kærleikans og svona okkar stærsta verkefni í sumar var að fara hringinn í kringum landið og taka þar upp samfélagsmiðlaefni. Í hringferðinni töluðum við fólk á öllum aldri en við lögðum sérstaka áherslu á að tala við unga fólkið. Við kynntum hreyfinguna, við gáðum þeim kærleiksspilastokk og kærleikskristall og töluðum við kærleikan og tókum við kærleiksrík viðtöl. Og hér eru nokkuð myndbönd sem við tókum upp í ferðinni okkar. Hvenær gerðir þú síðast eitthvað gott fyrir aðra? Ég lánaði vinkonu minni kotta og svefnpoka fyrir útilegu sem við fórum í. Það var náttúrulega alltaf verið að gera eitthvað gott. Bara ég hrósaði konu í gær fyrir að tala mjög góða íslensku þegar hún var ekki íslensk. Ég man eftir því. Ég held að séum mjög oft að gera einhver góðverk í vinnunni okkar, í samfélagslöggæslu myndi ég segja. Við erum að hitta krakka og við erum að stuðla góðum forvörnum og vera til staðar. Ég var að eignast þetta systur í febrúar og þá þurftu foreldrar mínar að fara til Reykjavíkur og ég fekk að vera heima svo frábært. En síðan kom leikihúsið og allt klósettið fór og 2 önnur herbergi næstu í svefnherbergi mitt líka. Svo ég þurfti að vera eitthvað staðar á meðan. Og þá fekk ég að vera hérna í meira en mánuð hjá frændfólki mínu. Svo að þau gætu bara að gripa mig eins og það verið ekki neitt og rosalega fallegt finnst mér. Þetta rétt á það, vinnan. Ég hóaði saman börnunum hérna í unglingavinnunni til að hitta ykkur af því ég er svo hrifin af verkefninu ykkar. Hvað gerir ykkur glaðar? Bara að vera með vinum og fjölskyldu. Örugglega bara sama og mér finnst líka mjög gaman að spila körfubolta. Hvað gerir mig glaðan? Ætli sé ekki bara, bara kúra með strákunum mínum?
Það mjög margt, en kannski fyrst og fremst að vera með þeim sem ekki væntum. Bara gott veður. Það svo margt, til dæmis að vera með fjölskyldinu og leka við hundana og fara að veiða og bara hitt og þetta. What makes me happy is the beautiful Icelandic nature that is here in the Westfjords and just the people that live here as well. I like the nature here and the walks. My dog Kolla. Yeah, I think having my friends here and having nice dinners with them. What makes your dog happy? The long walks and the nature here, I guess. And snacks. Hvað gerur þegar þér líður illa? Ég fer að semja tónlist og hlusta á tónlist. Fer og hitti fólk, hitti vini mína, fer til og afa í kleinur og kakó eða eitthvað bara geðveikt, sko. Þá breyti ég neikvæðri hugsun í jákvæða. Það svolítið æfing. Ég búin að æfa mig í því bara í mörg ár. En að eðlisfæri ég glaðilind. Auðvitað verð ég fúl og ég fer í fílu og eitthvað. En já, oftast ég bara glöð. Þakklátt fyrir lífið, þakklátt fyrir hver dag sem ég fæ að lifa og fyrir allt það sem ég fæ að gera, ekkert nema dásemdin. Hvað gott við að búa í Eyjum? Bara svona, þetta lítið samfélag þannig að þú getur bara búist við því að fólk þekki þig og þú þekki það og getur beðið hjálp og býst við því að þú ert safe í kringum það. Það bara mjög stutt að labba og gaman að búa hérna. Það bara best í heiminum að vera hér. Öll orkan, náttúran, alveg við hendina okkur eins og sér hérna. Hvað hægt að hafa betra? Gott fólk, gott samfélag, stendur saman í þessu fólki. Ég á ekki heim í Eyjum, en mér finnst Eyjar æðislegar. Þess vegna ekki reyni að kíkja í heimsókn á hverju sumri. Eins og ég nefndi áðan, þá lögðum við embla sérstaka áherslu á það að tala við ungt fólk og eftir ferðina erum við ennþá vissar það að raddir ungs fólks eru mikilvægustu raddirnar þegar kemur að málunum sem snertir þau eins og samfélagsmiðlanotkun og símanotkun og þeirra andlega heilsa. Þess vegna elskum við verkefni eins og verðlaunaleik forvarnadagsins þar sem að unglingar í 9. bekk og fyrsta ári í mentó geta sent inn lag, plaggat eða myndband þar sem að þau eru að pæla í áskorunum varðandi samfélagsmiðla og síma og tæki og finna lausnir og sýna fram á lausnirnar í verkefninu sínu. Í verðlaun ferð á Bessastæði að hitta frú Höllu Tía forseta og vegleg gjafabréf frá 66 kr. norður. Þannig að við hvetjum alla skóla til að taka þátt í forvarnadeginum og hvetja sína unglinga til að taka þátt í verðlaunaleiknum. Og svo langar okkur líka bara að hvetja ykkur til að yfir höfuð ýta upp röddum unga fólksins og hvetja til að taka þátt þegar þeim býðst tækifæri á að segja eitthvað. Annars segjum við bara takk fyrir okkur, takk fyrir að gefa okkur tækifæri til að tala við ykkur í dag og bara eigi góðan dag. Gerumst öll riddara kærleikans.